Komið í sæl, við ætlum að ræða veður í kvikunni í dag, vinsælasta umræðuefni Íslands. Og þegar maður bætir við ísbjarnarblús, dramatík í kjölfar dráps á ísbirni norður á landi, þá hlýtur útkoman að vera eldfim. Halldór Björnsson, doktor í hafstraumum og veðurfræði, það ekki? Jú, einhverju þannig. Já, velkomin. Takk fyrir. Þú starfar á veðurstofunni. Já. Þið hafi verið eða þú hefur svona sjálfur verið að, ef við byrjum á þessu ísbjarnamáli, þú verið aðeins verið að kíkja á hvernig það ber að þetta dýr kemur hingað. Þú hefur líka setið í nefnd, það ekki rétt hjá mér? Jú, þetta var sko eftir 2008 þegar var svona ákveðið fíaskó sem á sér stað þar með ísbjörn. Þá setjast mér niður og fara svona að skoða þetta og Veðurstofan kom nú aðalega að því að við höfum umsjón með sko hafís annars vegar og veðrið auðvitað og svona straumum, strandstraumum með einhverju leyti þá hafrásinn og svona kannski það er meira þeirra áhyggjuefni. En það eru sem sé sagt, út af þessu þá vorum við þarna í þessari nefnd og menn skoðuðu þetta mjög vel, þarna voru lögfræðingar og fleiri. Þú situr þá í nefnd sem að fjallar þetta? Hún er reyndar hætt störfum sko, en hún var á stuttum tíma hérna. Þetta var áhugavert í sjálfu sér að kynnast þessu en hérna niðurstaðan er raun og veru svo að ísbjörn sem kemur til Íslands, það er ekki hægt að skilja til Grænlands út af smithættu og þeir vilja það ekki. Þetta eru dýr í útrýmingarhættu og það er ekki auðvelt mál að selja þau eitthvað annað en með vildu. Það má líka spyrja hvort það sé svona siðferðilega gott að selja dýr í dýragarða. Þannig að hérna lausnin er í raun og veru mjög kaldranarleg, þeir eru skotnir. En meðan menn hafa engar betri lausnir, þá er hérna ekkert annað að gera. Nei. En þeir koma þarna sko, það sem gerist með þennan ísbjörn er að það var dálítið af ís á sundinu og svona breiddargráðu 67 alveg á 20 vestur bara fyrir nokkrum vikum var þó nokkur ís, svona slæðingur og ekkert ólíklegt að þessi birna og húðnin hennar hafi verið í því með jaðarís. Björnin sækir ofta á jaðarísinn, það er eitthvað ætið að fá, selur og annað. Og svo gerist það náttúrulega þegar þetta brotnar upp og bráðnar og þá þarf ísbjörnin að komast annað og straumarnir, ef hann er komið nú á vestarlega þá eru straumarnir til austurs og þá fer hann norður með landinu og á kortum sem að Náttúrufræðistofnun hefur verið með gagnagrunn þetta þá er alveg merkilega mikið ísbjörnum sem hefur fundið gegnum tíðina alveg frá landnámi alla leiðina alveg sko austur fyrir Þistilfjörð. Já. Þannig að þeir geta rekið þarna með straumum mjög langt sko. En það var björn í Þistilfirði fyrir ekkert svo löngu síðan. Sko. Nei. Þú ert að segja það að þrátt fyrir tilfinningahitann í umræðinni og töluverður hluti hennar hefur nú hverfst af myndatökum sem að mér hefur nú persónulega alltaf fundist neðanmálsgrein í þessu, svona hálfgert footnote sko. En það virðist vera sem að myndatökur af fólki hjá einu fellda bjarndýri hafi að minnsta kosti hjá hluta Íslendinga bara gert allt brjálað. Það eru gríðarlega tilfinningar sem maður hefur séð á Facebook og annars staðar. En samandregin niðurstaða sem sagt er að þínu mati að það var ekkert annað hægt að gera en það sem var gert. Nei, það er ekki, menn hafa ekkert betra til að gera ef menn er ekki tilbúnir að geyma dýrið. Það væri náttúrulega hægt að skjóta þetta yfir vöru og svo setja það í geymslu einhvers staðar í dýragarð. En ef menn er ekki með slíkt tilbúið og reiðbúnir að hafa það þar í mjög langan tíma og tilbúnir líka að ræða það siðferði bak við það að geyma í dýragarði, þá er ekkert annað hægt að gera. Nei. Og en varðandi myndatöku auðvitað þá nú kannski helst 2008 þegar menn stiltu sér upp mjög glaðhlakkalegir svona eins og einhverju safari. Það er svona eina myndin sem situr í hausnum á mér en annars er þetta bara mjög sorglegt að horfa á mjög fallegt dýr sem búið er að fella. Ég held að það skilji það allir. En þetta eru stór hættuleg dýr og það er ekki hægt að hafa þau að labba strandi Norðurlands. Hvað er líklegast orðið það húnin? Já, þetta er mjög merkilegt sko. Langlíklegast sko lengsta sund ísbjarna sem vitað er sko 400 mílur eða eitthvað. Það myndi alveg duga til að sigla til Grænlands, það er engin vafi á því. En sú birna tapaði húnnum sínum á leiðinni, húnnin réð ekki við það. Og það kann að vera að við höfum séð eitthvað álíka gerast núna, við bara vitum það ekki. Nei.
eitthvað sem skýrir það af hverju það hafa komið svona mörg dýr á síðustu árum? Nei, í sjálfu sér ekki, menn hafa velt mikið fyrir sér hvort að sko lífsvæði þeirra sé eitthvað að breytast, það sé eitthvað erfiðara að veiða þessu farnar að fara á aðra staði sem að síðan þeir lendi í meiri vandræðum vegna sko. Já, ef maður aðeins skjóti inn í, maður heyrir ofta kenningu að vegna hlýnunar andrúmsloftsins og vegna bráðnunar jökla þá séu heimkynni ísbjarnarins í hættu og þessi ferðalög hingað kunna vera einhver hluti af því. Er það ekki stuttgögn? Sko vandinn við þá kenning er svo að sko hættan náttúrulega bráðnun íshellunar og þetta vissulega hægt að rökstyðja þetta sem við erum í Kanada og á hérna Hudson Bay svæðinu og það það sem við erum að tala hafís ástíðabreytingar í hafís og ísbjörnin mjög fylgir þeim mjög. En vandinn er sko að maður skoðar svæðið norðan við Ísland, Austur-Grænlandsstrauminn, þá hafísbreytingar þar minni en annars staðar. Og það dálítið skrítið, ég hallast nú helst að þetta sé svona einhver leyti tilviljunarkennda breytingar og hérna sum ár greinilega kemur meira en önnur. Það getur vel verið að hér hafi ísbjarnar komið verið miklu tíðar en við vitum, við bara höfum yfirleitt ekki séð það sko. Þeir hafi verið hér og svo farið aftur, það lítið um sél og ef það ekki hérna búfénað sem að þeir sjá þá bara fara þeir líklega sko. Vendum þá aðeins okkar kvæði í kross og í dag 19. júlí. Þú veist að segja mér það rétt fyrir þáttinn að það algjör tilviljun að hérna ég búinn að bóka þig í hann með marga daga fyrirvara en í dag mun vera svo dagur þar sem að jafnaði hlýjast á Íslandi, ekki rétt? Já, við gerðum könnun á þessu, ég og samtæknum mínir fyrir nokkrum ára síðan og fórum yfir öll gögn frá mjög mikið veðurstöðum og hérna reiknuðum svona ástíðasveiflu og ýmislegt annað og það var eitt af því sem datt út við tekkuðum á því hvaða dagur ársins hlýjastur og þetta breytist ár frá ári en að meðaltal það þannig að 19. júlí hlýjasti dagur ársins á langflestum veðurstöðum. Það helst sko á Annesjum þar sem áhrif sjávarins tefja þetta sko. Melrakkaslétta og Langanes og einhver álíka staðir en þeir staðir eru ekki það hlýir fyrir að það að það verði hlýjast þar viku, 2 vikum síðar breyti því ekki, við erum ekki talin neitt ofsalega hita sko. Nei, þannig að þetta er svolítið eins og Jónsmessan dagarnir þar á undan að frá með deginum í dag fyrir að halla undan fæti. Já, það má því miður segja það sko. Ég hef alltaf eftir að ég reikna þetta út, þá ég alltaf í miðjum júlí, jæja, nú fer þetta að ljúka sko. En má samt ekki gleyma því að hlýjustu dagarnir þessi í Reykjavík gerðust í ágúst. 2008 var alveg afskaplega og 2005 líka hlýtt í ágúst í Reykjavík sko. Já. Hvenær var best að búa á Íslandi? Ef við lítum þannig á að það sé best að búa á Íslandi þegar það hlýtt og notalegt. Er það núna eða er það fyrr á öldum eða hvað sýnist þér? Sko, við vitum reyndar að miðöldum var mjög gott ástand á Íslandi. Svo kólnaði hér. Þetta í svona mínum fræðum talað oft hérna hlýjendaskeiðið á miðöldum. Þetta nú umdeilt hversu langt stórt það var og hversu víðfeðmt og svo framvegis. En það mjög greinilegt hér á landi. En síðan hallar þetta fæti. Getur verið aðeins kannski? Við erum að tala þá sko, já, frá landnámi eða eitthvað líka og fram á svona 13. öld. Já. Svo fer nú svona kannski hallandi fæti en það fram yfir gamla sáttmála. Fram yfir gamla sáttmála sko. Svo fer ég reyndan alltaf örugglega 1300, 1400 og eitthvað hefur verið fínt. Þetta var náttúrulega gullöld hérna. Gullöld höfðingjanna var kannski 14. öld sko, eftir að þau voru hættir að drepa hvern annan sko. En svo svona fer að hallandi fæti þarna og við endum náttúrulega í það sem kallað litla ísöldin, kuldaskeið. Og því líkur raun og ekki fyrir svona síðla á 19. öld. Og hérna, en þá líkur því líka sko mjög skarpt og eftir frostaveturinn miklu 1918 sem svona algjörlega síðasta hlutin af þessu, þá hlýnar bara mjög hratt hérna. Og það svo merkilegt þegar maður skoðar þessar tölur að sko verstu árin eftir 1920, svona 1935 til 50, verstu árin á þeim tíma eru á pari við bestu árin áratugana undan. Þannig ég tek þetta sem dæmi, hugsaði sko bóndasson sem tekur við af föður sínum og faðirinn var bóndi frá sko 1880 til 1920 og svo tekur sonurinn við sko. Sonurinn mun ekki hafa neitt skilning á því hvað hann í miklu betri
kringumstæðum en pappinn og náttúrulega örugglega hrósa sér yfir hvað sem miklu betri bóndi en föður sinn sko. En það ekki þannig í raun og veru því að það sem gerist að það verða algjör umhverfing á aðstæðum á landinu. Síðan, og þetta helst mjög gott ástand raun og veru fram við miðjaldina og þá kváðu náttúrulega hafísárin. Þau voru þó nokkuð sjokk og menn fóru út í miklar umbætur á landbúnaði sem að kannski sér ekki fyrir endan á og en síðan upp úr 1980 fer að hlýna aftur mjög mikið og sú hlýnun hefur staðið alveg svona meira eða minna órofa, aðeins hægt á henni kannski á síðustu árum en þannig að til að svara spurningunni, það hefur aldrei verið betra að vera á Íslandi en akkurat núna sko. Nei. Sumir telja það, ég veit ekki hvort maður getur sagt skammgóður vermir, kannski það rétta orðalagið. Það mikil umræða Golfstraum, hann sé í hættu með hnattlínun og skjóta svona alltaf reglulega upp kollinum heimsenda spár, ekki síst fyrir Ísland. En það náttúrulega veldur væntanlega framtíðin mjög á því hvernig menn bregðast við hina svokallaða Parísarfundi og hve ábyrgar ríkisstjórnir og borgarar heimsins eru. En ef við gefum okkur að framtíð Íslands veðurfarsleg verði svona eins og flest spálíkön gerir ráð fyrir, erum við að tala að hér séu veðrahættir hagstæðir mörg hundruð ár fram í tímann, eða getur það breyst bara jafn skyndilega eins og þú hefur verið að rekja þessar breytingar sem orðið hafa undanfarið? Sko, náttúrulega, það alveg rétt hjá stóri óvissa þátturinn París, sko, uppfylling þess sáttmála. Það að segja, samningur eins og Parísarsamningurinn uppfyllir sig ekki sjálfur. Menn þurfa að standa við hann. Ef við gerum ráð fyrir því að það verði gert, þá mun eftir sem áður hlýna bara í heiminum. Því að það búið að brenna svo mikið og það mun ekki vera hægt að skrúa fyrir notkun jarðefnaeldsneytis mjög hratt. Þannig að það mun áfram verða einhver losun. En hlýnunin ætti að verða undir 2 gráðum á hnattrænavísu miðað við ástandi sem var fyrir iðnbyltingu og við erum þegar búin að hlýna 1 gráðu þannig að við eigum þá 1 gráðu eftir sirka og þannig að það verða verulega breyting og þú bara séð hvað síðasta 1 gráða hefur gert í heiminum, hvað þetta bætt við. Hvað gæti það gerst á sirka löngum tíma þessi seinni gráða? Það við erum að tala svona fram að aldamótum kannski. Fram að aldamótum næstu, já. Og kannski eitthvað aðeins fram yfir það en ekki mikið. En þá mun auðvitað sko hlýna hér líka. Aðalhættan varðandi Golfstrauminn að það alltaf einhverjar líkur á því að það verði einhverjar hamfarir, það gæti verið tímabundnar og svona sumuleyti getur maður hugsað sér eins og hafísárin voru, það að segja að kemur skammvinnt kuldakast en það mun gerast í aðstæðum sem eru svo ofsalega ólíkar því sem hafísárin gerðist. Þau gerðust á mjög köldum tíma fyrir norðurhvel jarðar í heildina séð sko. Það var kannski ekki kalt miðað við það sem hafi verið einhver 100 árum áður en þarna þetta gerast á tíma sem óvenjulega heitur og við hreinlega sko yfirleitt það spár sem ég sé það sem þetta gerist í ákveðnum líkönum það þetta skammvinnt tekur 1 til 2 áratugi og svo jafnar kerfið sig en líkurnar á því það erfitt að segja hver það eru af því að maður veit ekki hvort sem maður á að taka þessum líkönum sem að gera þetta, taka því sem einhver líkindaspá eða bara sem einhverju svona skringileg heitum í viðkomandi líkani sko. Hvað að frétta af ósonlaginu? Ósonlagið í sjálfu sér það eru góðu fréttirnar að það bara að jafna sig, menn fóru í það eftir 1987 og svo 1992 að hætta að nota efnin sem að eyða því og það hefur gengið í megin atriðum eftir. Þetta var í sjálfu sér ekki svo flókið vandamál því að framleiðendur þessara ósoneyðandi efna voru ekki svo margir. Nei. Og þannig að það var tiltölulega auðvelt að stoppa þetta og það var auðvelt að finna efni sem að koma í staðinn. Þetta var í raun og veru viðskiptatækifæri fyrir þá aðila sko. Ég sá einu sinni erindi frá Íslandingi sem að vann í kælikerfum og þeir sem sagt voru alltaf á undan að þegar þeir vissu hvað þetta að gera þá voru þeir á undan að þróa einhverjar lausnir ný kælikerfi sem að nota ekki þessi efni og komnir með það inn á íslenska markaðinn áður en að
það leyti sem að þurfti að skipta sko, og það var yfirleitt undan nágrannaþjóðunum og svo fór okkur seldu lausna þangað. Þannig að þetta hljómaði nú fyrir mér eins og þetta hefði bara verið alveg ágætis viðskipti fyrir það sko. En hinn útfjólubláu geislar, svokölluðu, þeir sem sagt okkur stafar ekki sama hætta af þeim þegar við förum í sólbað í dag eins og fyrir 20-30 árum eða eitthvað. Hér á landi var ósoneyðingin aldrei verulegt vandamál. Þetta var náttúrulega miklu meira vandamál það sem að sko, ósoneyðingin hér var að gerast tíma þegar var ekki mjög mikil sól, það er að segja hún var að gerast að veruna. Þannig að sko, það hefur orðið tiltölulega lítil breyting hér. Þín hætta á því að verða fyrir skaða af sól er langmest þegar þú ferð erlendis. Og það er alveg til margar stúdíur á þessu sem sýna það að fólk sem að fer á sólastrendur og liggur þar og baðar sér, það verður fyrir meira tjóni þar heldur en það verður heima hjá sér. Af því einfaldlega að það er svo miklu sterkari sólin þegar við komum á lægri breiddargráður. Sem getur kynnt undir húðkrabbamein og eitthvað. Algjörlega, já. Förum þá aðeins til samtímans, nútímans. Við erum Facebook-vinir einhvern tímann, sá ég þið skrifa eitthvað á þá leið að góð veðurspá væri veðurspá sem rættist. Já. Þetta er reyndar frá Unni Ólafsdóttur veðurfræðingi komið honum sem spurði hvenær er gott veður og það er svona þegar spáin hjá mér er rétt. Já. Það er algjörlega óháð í hvað gerist en þetta er sko, þetta er dálítið sko veðurfræðingar auðvitað eins og aðrir sko hafa áhyggjur af því þegar spáin er léleg og þess vondum að maður er áhyggjur af vondu veðri en leið kemur þetta að það skiptir okkur miklu meira máli að ná þessu rétt. Já, einmitt. Það er sjónarhorn ykkar sérfræðinganna en fyrir okkur utan veðurstofunum þá viljum við bara fá góða veðurspá, við viljum fá 20 stigi hita á sól. Já, einmitt. En það er þannig sko, og svo reyndar sko, ennþá flóknara í mínu tilviki því að ég er vinn með hópi sem að rekur veðurspá líkan fyrir Ísland og við gerum alltaf í sífellu hversu vel er spáin að standa sig. Og það má segja sko ef allt gengur mjög vel í marga mánuði þá fyrir okkur að leiðast. Já. Það þarf eiginlega að koma upp eitthvað sem við getum skoðað, hvers vegna fór þetta svona? Hvers vegna klikkaði þetta? Já. Hvað er á seyði sko? Já. Og það er náttúrulega þannig sem að framfarir gerast að menn verða að veita mjög mikla athygli því sem að ekki gekk rétt. En stóra sagan er svo að spáin hefur batnað á síðustu árum og áratugum náttúrulega, við förum lengra aftur. En hér á landi sérstaklega á síðustu svona 10 árum hefur veðurspá batnað verulega. Sko það er ekki bara hún hafi batnað, við upplifðum það í stórviðrum síðasta vetur að fárviðri sem spáð hafði verið með margra daga fyrirvara, það kom bara klukkan, ég man ekki hvort það var 18:15 en það lá við að sko lægð einhver skilli á Suðurlandi upp á mínútu. Og það var búið að spá þessu með töluverðum fyrirvara og þetta er eitthvað sem að menn sem muna tíman að tvenna rekka augun í og finnst mjög áhugavert. Það er annað með þessum þessari auknu nákvæmni, með þessum vísindum sem birtast okkur með glæsilegum hætti með nákvæmum veðurspám að nú erum við kannski orðin þess umkomin að bregðast betur við að viðhafa forvarnir, að búa okkur undir hvell með nokkuð góðum fyrirvara sem var náttúrulega ekki þegar við vorum krakkar. Það var svona erfitt erfiðara að sjá fyrir hvað myndi gerast á morgun eða hinn en er í dag. Það leiðir hugan að svona henni íslensku þjóðarsál og hennar sambandi við veðrið og veðurspá. Mér fannst síðastliðinn vetur að ef það var spáð vondu veðri og það var ekki eins vont á einhverjum tilteknum stað og spáð var, þá mátti svona sjá einhverja gremju. En mér fannst líka eftir því sem að leið á veturinn að Íslendingar byggju sig svona svolítið undir þessa óveðurskvelli eins og íbúar á hreinlega fellibyljasvæði, að það er ekki kannski þannig að við séum með bönkar eða kjallara og allir fara niður og loka, en maður sá að sko umferð lamaðist, mikil upplýsingagjöf til ferðamanna virtist vera, allir að taka þátt í því að búa sig undir vont veður. Má þakka þessa hugarfarsbreytingu ef hún er rétt mín tilfinning að hún hafi orðið, má þakka hana miklu leyti því hve veðurspáin er orðin nákvæm og Íslendingar treysta henni?
Sko ég held að séu tveir þetta, það er rétt að til þess sé hægt þá verður spáin að vera nógu góð. Já. Og hún hefur sem betur fer på síðkastið verið býsna góð hjá okkur, hvað þetta varðar, þó að sé oft sko, ég myndi ekki alltaf varhuga við að taka þessu upp á mínútu, það er alltaf ákveðið flögt í svona, en það er líka fleira sem hefur gerst sko, þegar spáin er nægilega góð, þá geta viðbragðsaðilar farið að haga sér í samræmi við það og þá má ekki gleyma því að það hafa verið verulega breytingar frá svona síðustu 10 árum á því hvernig almannavarnastarf er skipulagt. Eftir að þetta komið sem sérstök deild hjá ríkislögreglustjóra, þá er tekið aðeins öðruvísi á þessum málum og þetta hefur orðið meiri svona kannski þungi í því að bregðast við og passa upp á sérstaklega borgarsamfélagi sem er frekar viðkvæmara en samfélög svona út á landi þar sem fólk er bara einfallega fleiri sem kunna að keyra í snjó og bílar betur útbúnir og svo framvegis sko. En þannig að það er alveg rétt en þetta kemur alltaf að því sko við getum orðið spáð að meiri nákvæmni en er auðvelt að miðla. Og þú bara, þetta er eilíðar hausverkur hjá okkur hvernig skrifar við veðurspá fyrir spásvæði þegar þú ert farin að vita mjög vel alls konar svæðisbundin frávik frá því sko. Já. Og sérstaklega þegar kemur á óveðrum þá fer þetta að verða, við getum kannski gert okkur grein fyrir því að það verði mjög vont í sumum byggðum Reykjavíkur, kannski hluta Grafarvogi en ekki öllum Grafarvogi, en það er voðalega erfitt að miðla því nákvæmlega og þá verður það kannski ákvörðun bara almannavarna og lögreglunar hvernig ætla þeir að bregðast þessum upplýsingum og þeir getur bara sagt við ætlum að segja öllum í Reykjavík að vera ekki keyra því að það er ekki gáfulegt að segja að þið sem búið í þessum götum eigi ekki að fara en hinir mega vera á ferli sko, það verður mjög erfitt að vinna úr slíku sko. Það frávik sem hefur kannski verið mest milli tanna fólks, það er hvellur sem varð í byrjun september, er það ekki, fyrir svona 4 árum þegar var mikil fjárskaði á Norðurlandi. Já. Hvað klikkaði þá? Það er erfitt að segja. Það var virkilega, já, þar var alls ekki nógu vel spáð fyrir snjókomu. Nei. Síðan þá höfum við gert mikla vinnu að reyna að bæta snjóspána sko og árin eftir þetta höfum við verið alveg á tánum í kringum þetta tímabil. En það er dæmi sko, jafnvel þó að spá batni þá er þetta því miður þannig að við getum ekki alltaf tryggt að við náum öllu. Nei. Og þar sko það sem klikkar kannski helst þar er að það verður meiri snjókoma en úr úrkomu svæðinu sko. Það hvað erfiðustu aðstæðurnar þegar hitast í dansar í kringum núllið á Já, það er eitthvað þannig. Ég reyndar var ekki á landinu þetta gerðist, þannig að ég misti alltaf af umræðinni. En ég hef komið inn í þetta eftir á þegar við skoða hlutina fyrir næstu ár sko. Já. En þetta var hörmulegur atburður algjörlega sko. Já, og þetta dró fram sko ábyrgð, samfélagslega ábyrgð veðurfræðinga. Já. Þetta getur verið svolítið stressandi starf, ekki? Eða að vera í spádeildinni? Ég held að það reynir mjög á, sko. Það er það. Og það er líka, sko, þegar ef verður ofsaveður og segjum ekki, ef verður skaði eða eitthvað slíkt og mjög sem ég hefði getað varið betur við þessu, þá er þetta náttúrulega eitthvað sem þetta er ekkert endilega auðvelt, sko. Nei. Mér er stundu sagt að ég sé sjálfur veðurmiðaður og ég sagði upphafið þáttarins að þetta væri nú vinsælasta umræðuefni Íslendinga. Það er nú kannski vegna þess að það er margt að tala. Við erum með alvöru 4 árstíðir og við erum með brjáluð veður og mjög góða daga á sumrin. Er eitthvað sem einkennir Íslendinga og áhuga þeirra á veðri? Mér finnst sko það er dálítið þannig að þegar að veðrið er í lagi í sjálfu sér sko, þá skiptir ekki öllu máli hvort að spáin sé rétt eða ekki en þá við finnum svona dögum eins og núna sko júnímánuði var afskaplega hlýr, þetta er með hlýjustu júnímánuðin bara frá upphafi. Það er ekki allstaðar en allstaðar svona, þú veist, einhver staðar ef ekki svo hlýjast þá á bilinu 3. til 7. eitthvað líka, þetta er bara mjög góð mánuður. Og þá kannski sko er ekki svo mikið mál hvort að hitatalan var nákvæmlega rétt en fólk bregst mjög mikið við skýjahölu til dæmis sko, fæ ég sól eða ekki, það er mjög mikilvægt sko. Og ég fann þetta þegar ég bjó erlendis að þar sko skipti spáin miklu minna máli af því bara hvernig umhverfið var. Það er ekki fyrir en að aftakaatburðir gerast og þá skiptur alveg gríðarlegu máli og þá getur veðurspá komið í veg fyrir mjög mikið tjón. Já. Og það er kannski, og það er líka það sem að svona
athyglin hefur beinst miklu meira að á síðustu árum, það að geta metið þetta og við erum líka farin í stað þess að keyra eina spá, þá erum menn gjarnan að keyra 50 núna og reyna að finna einhverja líkindadreifingu hvað er líklegt að gerist og það verður síðan ennþá erfiðara því að það mjög, mann þurfa raun og veru að vera mjög vanir í alla fyrirbærnir að túlka þetta og en þetta er eitthvað sem að menn þetta er það sem að þróunin hefur verið í og við raun og veru vinnum við alla dagar að reyna að finna þetta út sko. En almenningur, ég sko hitti oft fólk sem segir bara já, ég fletti nú bara upp á Yr sko, sem er norska veðurspáin. Mér er svo sem sama, þeir hafa mjög gott viðmót, betra viðmót en flestir aðrir. Og þeir eru reyndar með sama spálíkana við, þannig svona, en almennt þegar að líður að þessum vondu veðrum, þá eru það við sem mann eiga að miða við, því að það er engin annar sem hefur þessa ábyrgð að reyna að gera það, miðla því algjörlega réttu. Segir Halldór Björnsson hjá Veðurstofunni. Kærar þakkir fyrir komuna Halldór. Þátturinn verður ekki lengri í dag. Verið sæl.